Góðan dag. Í þessum þætti ætlum við að kíkja á prentefni frá Winkle og prentefni sem ég keypti í Elko. Þannig að kíkjum aðeins á það. Og eins og ég segi þá keypti ég þetta prentefni í Elko og gerði þau mistök að kaupa bara svona litla rúllu með 300 grömmum og ég náði bara hreinlega ekki að prenta öll þau test sem ég vildi gera, en ég prentaði þá nokkra hluti þannig að þeir komið ágætlega út, þannig að kíkjum aðeins á hlutina sjálfa. Test, þetta er svona overhang test, það er smá í 70 gráðum sem þetta lag niður, ekkert mikið. Og hérna er makercoinin minn, hún kom mjög vel út, það lítur mjög vel út. Og bensín, hann er bara mjög fín, ekkert undan honum að kvarta. Smá efst en annars var lítið undan þessum að vera að kvarta, kom vel út. Og svo kísan, hún kom líka bara mjög vel út, ekkert vandamál með hana. Og svo er þessi sem ég notaði til að sjá hvort það sé svona stringing issue og það var eiginlega ekkert að sjá það, þannig að þetta kom bara ljómandi vel út, bara flott áferð og slétt og fínt. Svo fyrir utan þessi prent þá prentaði ég þennan gaur úr Star Wars, hann kom bara mjög vel út. Þurfti að gera með support, ég gleymdi að setja support hérna undir kinnina á honum, þannig að það lagði aðeins niður en það er mér að kynna, það er ekki filamenti, en ég setti support hérna undir hökuna til dæmis og það var support hérna megin, þannig að það kom alveg allt í lagi út, en þetta var bara mistökkenning hjá mér, en annars kom þetta bara mjög vel út og ekkert undan þessu kvarta, bara fínasta prent. Og svo Loki, gerði hann líka og hann kom bara ljómandi vel út og ekkert vandamál með hann er bara mjög fínn og sléttur og fínn, það er ekkert að kvarta en ég gerði líka mælingar á styrknum á prentefninu með högggræjunni minni, þannig að kíkjum aðeins á það. Svo fremst er þetta filament og ég var að reyna að ná sem flestum filamentum inn, en hérna er ég með nokkrar tegundir og liti af PETG, þannig að þetta er allt saman PETG filament og ég eyddi smá tíma að reyna að finna út þessa mælieiningu, sem á að segja einhverju vísindi til að bera saman með annað. Ég ætlum ekki að hengja mig upp á það að þetta sé rétt upp dregnað hjá mér, en það sem skiptir máli er bara samanburðurinn á milli mismunandi efna og þessi grænu eru þannig að það er prentað upprétt sýnishornið sem ég brýt og ég gerði vídeó vélina sem ég nota til að gera þetta sem ég smíðaði mér, ég geti hort á það á rásinni hjá mér. Og svo er þessi bláu gaurar, það er það sem er prentað flatt á prentflötunum og þið sjáu samanburðinn á þessu filamenti og öðrum filamentum, með þessar gömul filament sem ég átti, þetta er allt saman mjög gömul filament og þannig að þetta var nú ekki að koma neitt sérstaklega vel út hvað þetta varðar, þetta var mjög stökkt greinilega, þannig að þetta brotnaði mjög auðveldlega og þannig að ég myndi kannski ekki nota þetta mikið, þetta filament, en í eitthvað svona sem þarf að vera höggþolið. En prentgæðin hins vegar voru alveg ágætt, en eins og ég segði í byrjun, af því að ég keypti þessa litla rúllu þá hef ég ekki mikið prentað sýningur. Ég hefði öllu jöfnum prentað miklu meira og gert fyrrlegri prófanir. Ég er búinn að smíða mér græjur og kaupa græjur til að testa prentefni, þannig að það kemur meira um það með öðrum prentefnum síðar. En annars var ég bara sameiginlega ánægður með þetta efni, þetta prentaðist bara mjög fínt og ekkert stringing-vesen í sem að ég lenti stundum í með PETG og engin svona blobs og svoleiðis sem voru að hrannast upp á prenthausnum, þannig að þetta kom bara mjög vel út og þannig að ef þið þurfið þetta efni þá hef ég ekkert neikvætt það að segja, annað en að styrkurinn á efninu er ekki í samræmi við önnur PETG efni. Þannig að ef þið þurfið eitthvað sem að þarf að þola högg þá er þetta ekki kannski það besta fyrir það, en annars lítur það bara vel út.
Þannig að þetta var það sem ég ætlaði að segja um þetta efni, þannig að ég þakka þér bara fyrir að horfa á og sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir það.